Sigfús, við erum hálf hljóðir núna og það ég veit ekki hvernig á að koma orðum að þessu en gærkvöldi var eitt það rosalegasta sem ég hef upplifað og þetta einhvern veginn svo grimmt og þetta svo að sjá þetta svona gerast, morðið á Charlie Kirk eitthvað sem bara ömurlegt að upplifa. Já, þegar maður fékk fyrstu fréttir að því að hefði verið skotinn þá áttaði maður sig ekki alveg á þessu og hélt nú svona samkvæmt fyrstu fréttum hann hefði verið fluttur á spítala og það væri nú eitthvað verið að koma lífi í hann eða hvernig það var, maður var ekki alveg að skilja þetta en þegar maður var þess var að þetta var bara búið og hann var látinn þá einhvern veginn sökk maður bara í stólnum og vakti fram á nótt á þess að skilja eiginlega hvað ég var bara ég var svo þungur, mér leið illa, mér finnst ég bara hvert fer þetta allt, hvað að gerast svo vaknaði ég í morgun og svo sem þungur en reiðin að yfirtaka. Já, það nefnilega má ekki gerast, ég sammálaður, ég finn að ég svo reiður yfir því að nú náttúrulega 11. september 24 ár síðan öfgamúslimar réðust á Bandaríkin og í raun heiminn allan og ég fór einmitt í fyrra og heimsótti Ground Zero slökkvistöðina sem var þarna alveg við tvíburaturnana og þetta eitthvað sem er 24 ár síðan ungt fólk kannski gerir sig ekki grein fyrir því hvað hefur gerst en þess að með umburðarlyndinu sem við okkur var tamt að sýna umburðarlyndi og fyrirgefningu það það sem við höfum gert en hvað hefur fengið í staðinn? Ofbeldi. Já, við höfum fengið ofbeldi stanslaust ofbeldi og þetta eiginlega bara ég veit ekki alveg hvernig maður á að koma orðum með þessu, ég rosalega reiður. Já, maður einhvern veginn þegar þú skoðar þetta og áttar þig á, maður búinn aðeins að vera að berjast við bara maður getur kallað það sorg að sjá úkraínsku stelpuna myrta í strætó af einhverjum illa förnum svörtum manni sem að búið að margdæma og allir vissu að var stórhættulegur en einhvern veginn vegna í þessu umburðarlyndi sem komið í hina áttina hélt það bara áfram að leyfa svona að gera og hvað gerðist? Það gerðist það sem gerist þegar svona fólk laust og maður búinn að glíma eitthvað við þessar hugsanir og reyna átt að sjá þessu og svo kemur þetta í gærkvöldi og ég veit ekki þessi, ég held ég að eitt svona að lágmarki síðustu 7 árum ég horfa lágmark 1-2 vídeó með Charlie Kirk allt sem þessi maður sagði stóðst hann rökstuddi allt sem hann sagði ef hann fekk spurningar stundum þurfti hann að tala yfir fólk þegar það var að bulla í mækin en hann var talsmaður frelsis hann á stórkostlega sögu hann bara 31 árs þegar hann drepinn hann byrjar 19 ára í að gera það sem hann hefur verið bestur í og auðvitað á þessi maður til dæmis talsvert í því að Trump góðsinn forseti Já. Það engin vafi á því Nei. Hann var hans styggasti stuðningsmaður Já, það var alveg skýrt og hann líka þurft að kannski að vissan áttu líða fyrir það því að fólki sem hefur komið í mækin þetta oft á tíðum ég kalla þetta vóklið þetta fólk sem að skilgreini sig sem hund eða hvað sem það vil gera í dag allt á að vera í lagi allt á að vera bara eðlilegt og annað þegar hann talar kyn og annað, karl og konu þá verður allt brjálað. Hver getur rökstutt það að á Íslandi sé barn í skóla sem að skilgreini sig kött
og það komið sandkassi fyrir hann til þess að vera í skólastofunni. Hvað komið í gang? Ég hef aldeilis verið óhrættur að segja mína skoðun með það. Þetta náttúrulega fáránlegt. Fara gegn, svo Charlie Kirk gerði, hann talaði, notaði orðið, hann notaði biblíuna og var mjög trúfastur og sannur í því sem hann að segja og gera og vitnaði og var mjög ánægður. Ég man eftir einu viðtali þegar kom ung stúlka í mækin og henni fannst svo fáránlegt að hann væri að hvetja konu til þess að eignast börn. Og hann sagði að þegar ég að gera þetta fallegasta sköpunarverki sem að Guð hefur gefið okkur. Og hennar rök voru að svo fáránlegt að konur skuli hafa þessa ábyrgð því að hún væri að missa af skólaferli sínu, námsferli. Og hann gat eiginlega ekki, hann átti ekki til orð þegar hann var að reyna að útskýra fyrir henni. En hún horfði á þetta. Og svo fullt af öðru einstaklingar sem eins og segi skilgreindu sig sem kött og fannst fáránlegt að hann væri að finna að því og annað. Hann sagði í raun, ég ekkert að finna að því en að láta þið vita að Jesú Kristur elskaði þig og þá var hann að brjálað. Ég búinn að heyra í mjög mörgu fólki, margir búinn að senda mér skilaboð og margir hafa sett á vegginn hjá sér mynd af Charlie Kirk og sína samúð. Og eiginlega fólk sem kom mér á óvart, ég held eiginlega að það væri ekki með þennan einstakling ofarlega í sínum huga. En það alveg ljóst að það mikill leiðtogi farinn. Já. Ég hef svo sem ekkert verið að tala mikið, kannski því miður, ekkert mikið við fólk að ég sé að fylgjast með Charlie Kirk. En þegar þetta gerðist í gærkvöldi þá áttaði ég mig á því og í morgun og í dag hingað til hvaða eru ofboðslega margir sem hafa fylgt þessum manni. Það skilaboðin til manns eru bara full af orðum hennar mann. Maður setur eitthvað á samfélagsmiðla og það bara hundruðir manns taka þátt í umræðunni og Hjörtu og allt það sem fylgja. Þetta ekki Þetta segir manni minnsta kosti þessi maður hann var boðberi friðar. Það engin vafi. Hann var boðberi þess að hugsa hlutina út frá því samhengi sem okkur gefið. Ekki að víkja úr einhverju núi og normi og fara út í einhverju afbrigði. Eitt annað sem Charlie Kirk eins og við komum aðeins inn á, það hann var óhræddur að tala trú sína. Já. Og nefna Jesú Krist og annað. Og ég hef gjarnan gaman af því að fara í þá umræðu og það ekki allir sem að þóra í hana. En það líka eitt af því sem við stöndum frammi fyrir að þegar við teljum þessi trú frelsi og annað, það bara ekki í dag. Það verið að berja niður og það verið að reyna, segi ég, reyna að drepa sannleikann. En sannleikurinn mun gera yður frjálsan, sagt, og við stöndum frammi fyrir alveg svakalegum tímum núna framundan. Og ég verð að segja hans vegar, ég svolítið kvíðinn. Já. Einhver sagði trúin flytur fjöll. Það sem að gerast í nútíma þjóðfélagi að það þykir ekki töff að vera kristinn. Fólki finnst allir eigi að vera eitthvað sérlega frjálsir. Helst bara að vera í einhverju kakósúkkulaði þar sem þú verður ruglaður og fljótur túnin eins og einhver kjáni. Við erum bara þjóð sem höfum í sjálfu sér byggst upp á trú. Við vorum mjög kristið fólk. Ég var í sunnundaskólum þegar ég var lítill. Mér fannst það gaman. Ég get alveg sagt að ég hef notað trúna til ýmissa hluta. Ég kannski ekkert að hlaupa í kirkju vegna þess að mér finnst bara hundleiðilegt í kirkju. Það allt og daburt, það allt og leiðileg músík og það flest allt rangt við það athöfn sem það í dag. Og kannski það þess vegna skiljanlegt að ungt fólk hleypur ekki í trúna. Það hleypur eitthvað annað, því miður. Ég held að þetta sé kirkjunni að kenna.
Já, að þjóðkirkjan hafi ekki hlustað og Hún farið út af aðra leið. sporinu sínu. Já, hún náttúrulega fyrir löngu farin út af Ekki, sporinu. ekki fyrir utan það. Og síðan fer hún út í það að setja á sálmabækurnar arabísk letur og lofar Allah. Ég get alveg lofað þér því að í moskunni ekki lofuð kristni. Nei, Ég skal segja þér það. já, það þannig. Og við höfum hort á myndbönd, Já, þú og ég, já. þar sem að moskan hér stúd full af fólki. Konur aðskildar með börnin og kallarnir að biðja og stútfullar. Síðan horfir á kirkjuna, þessa stóru fallegu byggingu. Þar kannski 1/4 af bekkjunum setin og einhver prestur að syngja eitthvað sem enginn vill hlusta á. Hann getur haldið sína ræður og boðað Krist. Ég held við þurfum bara breytingu á nútíma þjóðfélagi. Já, upphafið var hjá okkur sem verður alltaf stærra og stærra að fólk að leita til okkar. Það að velta fyrir sér hvernig getum við breytt, hvernig getum við haft áhrif á samfélagið til hins betra og að það sé ekki verið að þagga niður í okkur og ganga frá okkur þannig. Já. Þessa spurninga fáum við gjarnan og það hefur kostað 3 fundi. Já. Og þetta. Já. En sko, akkurat þess að minnist á þetta, því að þetta, fyrst byrjum við bara í þessari einu vegferð og þessi vegferð á 4,5 mánuði hefur skilað okkur því að umræðan orðin meiri þessi hælisleitendamál. En þegar umræðan byrjar að vera almenn hælisleitendamálin, þá eins og hún útvíkist og fólk fer að sjá að þetta ekki bara hælisleitendamáli. Fólk fer að sjá, býtu, þetta allt eitthvað að bresta? Og það það. Því að við erum í stríði. Já, ég vil segja það. Við erum í stríði. Ég búin að spyrja þessara spurningar í nokkurum pistlum. Af hverju þurfum við fjölmenningu? Af hverju þarf inngildingu? Af hverju? Af hverju þurfum við að flytja fólk frá Afríku og Mið-Austurlöndum til Vesturlanda til þess að stokka upp í okkar þjóðfélagi? Gekk það illa? Hvað það? Var eitthvað að? Voru einhverjir sjúkdómar eða þurftum við að laga genin eða? Það svo langt í frá. Það sem við náttúrulega verðum varið við og það eru ábendingarnar sem að koma bæði í myndformi, vídeó, ljósmyndum, texta og annað, að það eru afleiðingarnar sem að verða þegar að þessi hælisleitenda iðnaður fer líka af stað. Það með ólíkindum hvað þetta að kosta samfélagi og hvað þetta eitrar út frá sér. Það það sem mér þykir. Þessi vókismi og allt þetta sem á bara að vera allt í góðu, allt í lagi, þessi vagn sem að nokkur hafa stokkið á, þetta bara, nú þarf að stoppa þetta. Við þurfum bara, sko, ég heyri alveg að fólk minna rætt. Það ennþá þessi hópar sem að tilheyra það að vera að starfa nálægt eða í hælisleitenda iðnaðinum sem að þor ekki af stað. Og þetta eru stórir hópar, þetta eru stór fyrirtæki sem með mikið eignum í leigu, þetta eru tannlæknastofur, þetta Reykjavíkurborg bara eins og hún leggur sig. Virkið í Reykjavíkurborg orðið þannig að það þorir enginn að gera neitt, því að það fá allir á sig einhverja dembu ef að þeir brjóta út á norminu sem það fyrir skipað. Já, þetta komið víða. Ef þú ferð svona út í hinn almenna mann og hennar almennu fjölskyldu, þá heyrir maður núna að það rætt þessi mál við matarborðið. Þá á ég náttúrulega við að það ekki kannski 7 ára krakki að ræða það. Nei. En þegar það eru komnir unglingar og ef að það matarboð og annars líkt, þá bera þessi mál að góma og ég heyri það bara, sko, hvað erum við að fara að gera? Eða við sjáum þetta í Evrópu, við sjáum Bretland. Ég bara tæpur á því að Bretland komist út úr þeirri krísu sem þeir eru komnir í. Þýskaland, efnahagurinn farinn. Ef þú horfir á vandamálu sem að blasa við þeim daglega, þá segirðu, vil ég þetta? Vil ég þetta? Nei, ég vil þetta ekki.
ég ætla að berjast fyrir þetta svo verði ekki. En við þurfum öll að gera það. Nú ef að þessi litli hluti sem að getur ekki sætt sig við að við viljum ekki fjölmenningu, við þurfum hann ekki og hún okkur bara ekki til góða. Þá verður hann bara að flytja þangað sem hann elskar fólki. Og ef það til Miðausturlanda þá flytja þau bara þangað. Ef að þetta skiptir svona miklu máli. Við fáum alveg gríðarlegan stuðning, það fer ekki fram hjá neinum og ég hvet fólk bara til þess að hafa samband við okkur og vera í sambandi og við mitt síðasta spjalli okkar þegar við vorum að tala þær ábendingar sem koma út af ef fólk vill ekki, í starfi sínu, má ekki tjá sig annað, þá höfðu samband við mig einmitt aðilar og þeir báðu mig bara alls ekki að nefna hvað þeir vinna. Það verður bara allt vitlaust ef ég myndi nefna það og ég lofaði þeim því. En þar það bara þannig, þeir mega ekki segja neitt. Þeir mega ekkert gera. En svo sjá þeir ég getur nú allir í eyður, en svo sjá þeir fulltrúa sinn taka þátt í einhverju 185 félaga árás eða hvað getur sagt, einhvern stuðning sem að farið af stað inn og Ég veit hvað þú átti við. Já, það gott þú vitir það. Já. En þessir aðilar segja bara að formaður þeirra ekki að tala í þeirra nafni. Þeir eru mjög ósátti við það og skilja ekki í neinu hvernig þeir. Sko ég held nú reyndar að þú sért að tala mann sem heitir Fjölnir Sæmundsson. Það rétt. Hann hefur nú aldeilis reynt að koma við kaunin á okkar samtökum og ekki síður hefur hann vaðið í ákveðin samtök sem við allir þekkjum sem heitir Skjöldur Íslands. Já. Hann fekk nú sendar nokkra beinur það að hafa samband og ræða þessi mál. Hann hefur ekki svo mikið sem látið sig hafa svarað í. En eitt, þegar hann fekk þetta send, þá þagnaði hann og hefur ekki sagt orð síðan. Já. Fyrir en að hann setur sitt landssamband lögreglumanna í blöð. Það einmitt það sem ég að tala um. Já, mér datt það í hug. Menn bara, þeir segja að þetta sé skelfilegt. Þeir megi ekki tjá sig, þeir megi ekki segja neitt og þetta svo agalegt að eiga við það. Þeir standa þarna frammi fyrir því að þetta hópur sem að þeir eiga að vera að styðja og þetta hópurinn sem hrækti á þá og það endaði með því að það var reynt að kæra þá og fóru í dómsal út af því að þeir notuðu neyðarúðan, svona piparúða og það var reynt að kæra þá og hrækt og sparkað en það ekki talað um þetta. Þetta ömurlegt að standa frammi fyrir þessu. Þeir stóðu í staðinn fyrir með þeim á Austurvelli. Já. Sástu íslenska fána það? Nei. Nei, ok. Ég gat ekki séð hann. Nei, ég búin að leita alls það. En það sem við erum að standa frammi fyrir það var í gær var tjáningafrelsið og fulltrúi kristninnar, hann var myrtur. Já. Hann var tekinn af lífi á hræðilegan hátt og heimsbyggðin sá þetta. Þetta myndband sem að gengur allt og við stöndum frammi fyrir því að það eru ákveðin aðilar, það eru aðilar úti sem tilbúnir að fara þetta langt. Já. Þegar við fórum á stað Skjöldur Íslands, þá fengum við hótanir, líflagshótanir og annað og sumt var bara þannig þegar ég hafði samband við lögreglumenn að það var ekki nógu mikið kjöt á beininu. En við þurfum að búa við það og þú hefur aldrei fengið þínar sendingar. Já. Þannig að þetta bara staðreyndin. En það það sem við erum eiginlega að biðja bara að fólk láti heyra í sér. Það komi, stígi fram og styðji okkur ef það sammála okkur. Eða þorir að tala þessi mál, að gera það. Koma síðuna hjá okkur. að sýna tillitssemi og varkárni í orðum og annað. En það alveg ljóst að við erum komin í hálfgerð stríð. Já, sko, fyrst maður hóf þennan leik að þá reyndi maður að vera og vera ekki mikið að uppnefna fólk.
Nei. og reyna að nota rök fyrir því sem að maður segir, sína dæmi. Ég eiginlega næ aldrei orðræðu við þetta öfga vinstri eða þennan öfluga hluta, þetta fólk sem að trúir því start og stöðugt að þessi innflutningur á hælisleitendum og stjórnkerfið eins og þeir vilja sjá það, að það gefur þeir ekkert færi á rökstur. Það eina sem það notar, það eru óyrði. Það notar ljót orð, það uppnefnir þig og eiginlega sko ekki síður rétti þér miðjuputtan, hrækir í áttina á þér, strýkur þumal eftir hálsinum. Ég er búin að lenda í þessu öllu. Og Þú áttu eins og ég að taka við að gera það háls. já, og mér er svo sem alveg sama. Þetta hræðir mig ekki. Nei. Ég skil samt ekki þessa þörf, er þetta vegna þess að þú átt engin svör? Er þetta vegna þess að hugmyndafræði þín, hún er bara brotin? Þetta er þrotleysi í orðum. Það er málið. Og ég áttaði mig að því bara fyrir ekkert mjög löngu þegar ég stóð fyrir framan hjón og þau jösu mig óyrðunum og notuðu fingurnar óspart og ég bað þau, vil ég hætta þessu og koma og tala við mig. Þau höfðu ennþá hærra, notuðu fingurnar ennþá betur og löpuðu í burtu. Sko, þetta er engin rökik. Fyrir mér er þau bara að dæma sig sjálf. En þetta er svona sakleysi hlutin af þessu. Já. Það er kannski verra þegar að fólk hótar þér og segir að það viti hvað þú á að teyma og allt þetta, en ég er ekki að fara að tilkynna einhverjum það. En eftir þetta í gærkvöldi setti mig svolítið hljóðan og ég hugsaði bara, þetta mun enda svona hér. Ekkert gagnvart mér eða þér, en þetta mun enda svona hér. Það er kannski ágætt að enda á myndbandi sem við sáum í gær. Nei, núna áðan. Það er ungu maður að gera grín af því að með morðið á Charlie Kirk og hann gantast með það að er eins gott að Snorri Másson sé ekki tekinn svona líkt. Skelfilegt. Þannig að ég er að velta því fyrir mér sko. Við erum komin á stað sem að mig gruna að yrði fyrr en seinna. Eða sem sagt hann myndi verða. En ég bjóst ekki við hann yrði svona hratt, já. Að þær hótanir sem að hafa komið til okkar, við verðum að taka þær alvarlega og gera ráðstafanir. Það er bara staðreynd. Þetta er alvarlegt mál. Já, þetta er mjög alvarlegt og ég er nú kannski svolítið reiður núna. Já, ég er alveg búin að Þetta svona í stað þess að ég er í einhvern sorgartón, þá fer maður frekar í reiðitón. Já. Ég heldur reyndar að sjá svolítið margir reiðir. Já, mjög margir Og reiðir. að sjá fólk, eins og þetta myndband sem við ætlum að enda á, sjá fólk hegða sér svona og meina það sem það er að segja, því að það er ekkert annað þarna baki, og hvað það er að segja fólki, þetta er mjög óhugulegt. En mér langar samt að segja í lokin frá mér séð. Já. Það sem gerðist í gærkvöldi er skelfilegt. Ég veit að við munum ekki láta það hafa önnur áhrif með þau, að við munum þjappa okkur betur saman og við munum hafa minningu þessa stórmennis fyrir framan okkur í framtíðinni. Guð blessi Charlie Kirk. Herra, við skulum enda á þessu myndböndu sem við ætlum að skoða og sjá. Takk. Guð, voruð búin að heyra með hann Charlie Kirk? En hræðilegt. Vonandi skjóta þau ekki, ég veit ekki, Snorra Másson næst.